Góðan daginn, gott fólk og velkomin í Guðsorðaþáttinn okkar sem búin að vera nokkuð lengi. Langt eða stutt skiptir ekki máli, aðalatriðið bara að gera vilja Guðs. Það er nú það sem allt á að snúast hjá okkur kristnum mönnum. Og sem betur vera þá gerir það nú það svona í flestum tilvikum en menn verða að eiga það hverju sig hvernig þau mál öll saman líta út. Og eitt hef ég svo sem tekið eftir að það er þessi trúfesti sem að Drottinn vill sjá hvort sem hjá mér eða þér, trúfestina. Hann er mjög elskur að trúfestinni og virðir fátt meira heldur trúfesti hvort sem mín eða þín. Hvað hefur verið að setja upp í hendurnar á þér? Ég veit það ekki. Ég get svo sem alveg spurt að það sem komið það neitt við, hefur ræktað svona samviskusamlega. Þú verður að svara því. En ég veit alveg með þessa vinnu að hún getur verið svolítið krefjandi, hún getur verið svolítið ýtandi, hún getur þurft að slást við þína eigin leti og nú veist ekki hvort þú nennir þessu núna eða lengur. En þá kemur trúin inn í það og þessi fullvissa að Drottinn setti í þetta og einnig að Drottinn hann tjaldar ekki til einnar nætur með neitt sem hann fer af stað með. Og það ég búinn að sjá og hef svo sem oft talað að hann vill að þetta eigi langa lífdaga. Þannig að þegar þú ferð af stað í þetta, þá skaltu vita það að Drottinn ætlast til þess, eins og að mér, að þetta haldi áfram. Hve lengi? Ég veit það ekki. Eitt eina sem ég veit til mína parta að allavega vildi hann ég gerði þennan þátt. Og þeir eru orðnir allmargir ef við teljum aftur í tíman og ég reyndar hef enga tölu á þeim lengur og þarf svo sem ekkert að hafa töluna á þessu lengur því að þetta dagurinn sem að enn eitt þátturinn verður til á. Svo einfalt nú málið. Og alltaf þegar þú talar í Jesú nafni, þá kemur einhver uppbygging af því sem að þú getur notað, sem þú getur nýtt, sem að hressir við hjartað. Það eru einkenni orðs Guðs að þau hressa við hjartað. Og í raun og það eina sem að varir sem hressing fyrir hjartað, það er orð Guðs. Hressing fyrir hjartað, hún svo sem getur komið frá heiminum, en það er hressing sem að fer fljótt aftur. Það er líka eitt af því sem að maður lærir að hressingi frá Guði, hún gengur bara með manni áfram. Og hann er alltaf með hressingu handa okkur og nú er einn dagur til viðbótar öllum hinum dögunum sem að lifur okkur að stíga inn í og ganga með sér í, þar sem líka mun koma hressing fyrir hjartað. Þetta er akkurinn í og ávinningurinn í því að þjóna Guði og þjóna honum ekki, því að ef þú ert ekki að þjóna honum, þá ertu í raun og veru að búa þér til þess að eina hressingu og þú ert í raun og veru að toga hana úr heiminum og það sem í heiminum er ekki komið til að vera, það er komið til að fara. Öndvertu orð Guðs og það sem Guð gerir, það er komið til að vera og þess vegna eigum við að keppast eftir því að vera þeim megin línuna. Og það var ástæði fyrir því að lifandi Guð, hann gaf okkur trú. Hann gaf okkur trú til að við myndum sjá þessi skil. Sjáum þau. Við sjáum þau, já, ef við erum í Guði. Þess vegna keppum við eftir því að vakna inn í daginn með Guðsorð og vörum. Því við getum það mjög vel. Og mörg okkar sem betur fer og er þakkarefni, gerum það líka. Þannig að við höfum enga afsökun á því að láta trúna okkar sljáka, minnka, engin ástæða til þess. Og jafnvel þó ykkur næstbesti vinur okkar hafi stöð okkur svolítið í gær eða fyrradag,
þá það engin ástæða til þess að vera neitt að láta það á ári og trúna, og það allt annað mál. Trúin allt annað mál en ég og þú. Trúin eitthvað sem ég á, sem ég þarf að halda í. Þú getur ekki haldið í hana fyrir mig, en það sem þú getur gert og ég get gert fyrir þig að við getum hvort annað og hvora aðra á þessu vegi. Það eina sem við getum gert. Og við sem trúaðar manneskjur viljum það gerum við það. Við gerum það oft, já, en kannski gætum við gert það oftar. Akkur gerum við það ekki oftar og alltaf. Því við erum bara fólk eins og við erum og við erum ekki endilega alltaf ferskasta fólkið í öllum hópnum. Við erum að reyna margt. Það margt hvílt á okkur sem að við jafnvel látum gremja okkur. Og sumir eru þannig að þeir láta gremju sína, bitna á þeim í kring. En það ekkert allir, en þeir eru til sem eru þarna. Og þetta eitt af því sem að Drottinn vill laga. Hann vill ekki að ég sé að láta gremju mína bitna á öðrum. Gerir hún það? Þú svarar því. Það segir ég nú ekki neitt gremjubolti þannig séð. Ég nú yfirleitt svona í svipuðu skapi á milli daga. En þú hefur kannski allt aðra sögu að segja. Það verður þá bara svo að vera. Allir ég viti það ekki betur en þú. Hvað sem annar borð menn að sjá, það ekki nokkur leið að reikna út hvað menn að sjá. Það langt síðan maður dó öllum slíkum hugsunum. Vegna þess að lífið, takk eftir því, lífið hefur kennt manni sína lexíu. Lífið bara svona, fólk bara svona. Þú getur ekkert stólað svo mikið á það, og það nú eitt af því sem við lærum í lífinu og af lífinu, að við getum ekkert endilega stólað svo mjög á fólk. En við sem sagt stólum getum þú allavega stólað á einn, við getum stólað á okkur sjálf og Guð, hann ýtið okkur og eti okkur fram í þau verk sem hann hefur sett fram. Hann allt í öllu. Og ég bara lítill kall þarna sem að geng með honum og þar stundum ýtingu frá honum til að fara af stað. Það stundum, ég þarf oft ýtingu frá honum til að fara af stað og gera það sem hann vill að ég geri. Og það kemur alltaf út við því einhver blessun því að Drottinn svo góður Guð. Hann blessar okkur fram og tilbaka, já, til hægri og vinstri, bara því að gera það sem hann að bjóða. Þetta ekki frábært? Ég býð þetta og menn gera það ekki, þá var ég alveg hrikalega fúll út í viðkomandi, hann gerði það ekki. En Guð ekki þannig og þú getur þakkað fyrir það, hann ekki eins og ég. Hann góður Guð og hann náttúrulega vill að við gerum það sem hann að bjóða því það rétt að gera það. Og hann verður afskaplega þakklátur fyrir verkin þegar við nennum að drattast í þau. Við munum eftir bræðurónum og ekki bræðurónar. Húsbóndinn kemur inn og bað einn viðvik og hann sagði nei, ég gerði það ekki. Þá fór hann til næsta og bað hann sama og hann sagði já, en gerði það ekki. En hinn sem hann neitaði sá sig mönd og fór af stað og vann þetta verk. Og við hvoran var hann ánægðari, það alveg ljóst að maðurinn sem þó drattaðist af stað að Drottinn var sáttur við hann en ekki hinn sem sagðist alltaf að gera það en gerði það ekki. Og stundum eru við þetta fólk sem að segist alltaf að gera eitthvað en gera það svo ekki. Drottinn ekki mjög hrifinn af því að þetta að standa ekki við það sem maður segir. Og það eitt af því sem tilheyrir lyginni, já, segjum það bara eins og að við segjumst alltaf að gera eitthvað en vorum í raun og veru að ljúga. Og það eitt af því sem við eigum að deyja. Miklu betra að segja bara sannleikann. Og jú, ég skal gera það og þá geri ég það. Nú, jú, ég segist ekki alltaf að gera það og ég geri það ekki. Ástæðan fyrir ég segist ekki alltaf að gera það, í raun og veru kemur það engum við. Kannski ástæða, kannski það að kenna minni eigin leti. En ég má alveg segja nei við beiðni og ég get líka sagt já við beiðni sem maður yfirleitt gerir, en ekkert alltaf þetta. Þannig að ég sjálfs míns herra.
Og þetta er eitt af því sem við lærum inn á hvort annað og lærum líka að fara rétt með, því að við viljum ekki riðlast á sjálfstæði mann og kvenna. Það hafa allir rétt þess að segja nei. Þú átt í raun og veru enga högg upp á bak nokkurs manns, en þú telur þig kannski eiga högg upp á bak þess og hins vegna þess að þú hefur svo oft gert honum og henni greiða. En það kemur bara málinu ekkert við. Jú, þú gerðir viðkomandi greiða og vissulega var það greiði sem var til blessunar, en svo fékkst þú ekki það sama frá viðkomandi, kannski var það glæti og sem á ekki eiga sér stað. Hvað ætlar að gera í því? Þú riðlast ekkert á braut annar og þú tekur ekkert fram í fyrir hendurnar á nokkrum manni. Ef maður vill ekki gera þetta, þá gerir það ekki. Alveg sama hvaða baki og hvað þú ert búin að þjóna og sinna þessar manneskju oft. Þetta er eitt af því sem við þurfum að deyja. Það er þessi hugsun. Ég er nú verið að þjóna honum bara alltaf komið þegar hann nú kallaði, svo kallaði ég, þá kom hann ekki. Menn þetta er bara kjaftaði að tala svona, en svona eru menn. Þú ráðskast ekki með neitt og það er rosalega öflug hugsun að eiga, þú ráðskast ekki með nokkurn mann og ég raun og veru strangt til tekið, þá á engin högg upp á baki á þér vegna þess að þú hefur verið svo liðlegur og elskulegur og yndislegur og allt saman það. Það er raun og veru hefur ekkert að segja í sömu tilvikum. Ef þú ætlast til þess að þú sem var svo rosalega viljugur alltaf við þennan og hinn og hann kemur ekkert með á móti, það er eitthvað bara sem þú þarft að skoða. Þú þarft að bara taka ákvörðun það hvort það sé þessi virði að vera neitt að halda vinskapi við þessa mannesku sem er svona hrikalega vanþakklátt. Ég get ekkert gert í því, ég get bara bentir á þetta. En þú verður að taka ákvörðun það hvort af þessu verði eða ekki. Og af hverju erum við að tala svona? Vegna þess að Drottinn er að árétta einhvað hjá okkur sem hefur kannski verið að plaga okkur svolítið mikið og við skiljum ekki almennilega. Og það er margt sem við skiljum ekki almennilega, en Drottinn er hér til þess að skýra það út sem við skiljum svo illa og oft rangt og alla vega. Af því hann er með rétta kennslu og þú getur byggt þitt á réttri kennslu en þú byggir í raun og ekkert á rangri kennslu. Það er sama og að byggja á sandi. Og hvað gerðist? Það kom flóð og það skolaðist allt út með flóðinu. Það sem þú ert að gera á klettinum, það kom flóð og kletturinn haggaðist ekki. Þetta er munurinn. Og þjóna Drottni, vera undir sannleika Drottins og gera vilja Drottins og byggja allt sitt á sandi þegar flóðið kemur. Hvenær, veit ég ekki, en það kemur. Og þá flýtur þú bara burt með flóðinu sem kom og allt þetta sem þú verið að gera. Og þú varst að vinna mikla vinnu og erfiða vinnu í raun og veru til einskis. Allt vegna þess að grunnurinn var aldrei byggður rétt og það fór sem fór. Hvað merkir þetta? Hlusta á það sem Drottinn er að segja. Vertu í Guði, þá er hann í þér. Þetta segir Kristus sjálfur. Vertu í mér, þá er ég í þér. Vertu í mér, þá er ég í þér. Sem sagt, hann kemur fyrst og þá er hann í þér og mér og okkur. Og þú lærir á ráðin hans að því þú reynir þau og þau gengu upp og þau fóru vel vegna þess að þau eru komið frá þeim ráðabesta sem til er á allir jörðinni. Hann heiti Jesús. Hann gaf þér sjálfa sig í hjarta þitt. Þannig að sambandi er alveg stöðugt. Það slitnar aldrei. Það slitnar aldrei hans megin, en það gæti hugsanlega rofna þín megin. Og ef það rofnar, þá er það mín og þín megin, ekki hans megin. Hann er stöðugur, en ég er ekkert alltaf stöðugur. Það er svona hipsum haps hvernig ég tek á þessu málum. Þetta er veikleiki manna sem við öll erum haldin, hvort sem hann heitir Konráð eða Rúnar eða hver sem er. Og þetta er vandamálið og glíman.
En við erum með allt gott utanum allt þetta dæmi. Við eigum hvort annað, við eigum söfnuðinn og við erum með stundir í söfnuðinum og þangað mætum við og finnst gott að koma þangað og erum orðin vön því að koma þangað og viljum ekki missa því en það er gleði efnið að söfnuður fer ekki neitt. Hann verður áfram þar sem hann er. Annað er hvort að þú verður með í honum eða ekki. Það er bara þín ákvörðun og mín. Ég fer vel fyrir mig og að vera þarna áfram. En ég gæti alveg valið eitthvað annað. En til hvers? Eins og drottinn spurði strákana, ætli þér líka að fara? Þegar einhver hópur af mönnum voru vegna þess að hann sagði eitthvað að móðgaði hálfan salinn eða meira. Og þeir gengu allir út og hann sneri sér að þeim sem voru hans tröstustu stoðir. Ætli þér líka að fara? Hvert hefur við að fara? Þú hefur orðið eilífs lífs. Sem sagt að hinir fóru, þeir voru eftir að þeir voru búin að átta sig á að Jesús hefur orðið eilífs lífs. Og þeir geta á að sagt, við þurfum ekkert nema þetta. Nákvæmlega, þetta er það sem við þurfum. Við þurfum orð eilífs lífs í hjartan okkar, við þurfum ekkert meira. Þess vegna höldum við áfram. Að við þurfum ekkert meira en þetta. En við þurfum stundum að glíma við þetta. Já, kannski ekki lengur, kall eins og ég, en tíma kannski glímdi maður við þetta. Að því maður var með trúna sína á þeim stað að hún var ekkert kannski rosalega þroskuð. En hún hefur þroskast, vaxið og skotið rótum. Og ég segi, maður er ekkert að fara neitt. Ég er ekkert að fara frá trúnni, bara aldeilis ekki. Hvert til þín? Til eyðilegs þín? Nei, takk. Það vil ég ekki. Við höfum alltaf að vera á betri stað. En vitum við hvaða staður er betri öðrum? Ég veit ekkert það, því ég er ekki þú og ég er bara ég. Og ég tel mig vita það, já, ég tel mig vita það að hann heitir Jesús á staður sem er betri öllum öðrum stöðum. Það er þar sem að ég vil vera, vegna þess að þar er allt sem ég þarf á að halda. Já, ég þarf á að halda. Ég þarf líka að hugsa það hvað ég þarf á að halda og hvað er best fyrir mig. Og hann heitir Jesús sem er bestu fyrir mig. Maður er því á komin á þann stað sem að strákarnir sögðu, hvert ættum við að fara? Þú hefur orðið eilífs lífs. Nákvæmlega. Þetta er bara ákvörðun. Þetta er bara eitthvað sem trúin hefur fengið að undirbyggja og þetta svar er á reiðum höndum. Hvert hefur við að fara? Þú hefur orðið eilífs lífs. Og þetta er náttúrulega mikil og góð kennsla því að vera með þessa vissu er náttúrulega bara staðfesting á því að við vitum að þetta þá förum við niður á 6 fetin svokölluð. En við höfum lært á göngunni, á tímanum, að við erum meira en þetta. Þegar eitthvað fer niður á 6 fetin hjá okkur, þá stígur upp hinn raunverulegi þú. Þess vegna dó Kristur, hann dó fyrir þetta, sem er hinn raunverulegi þú sem stígur upp að þér látnum. Þetta er leyndardómur og þetta er sannleikur sem Drottinn vill að þú vitir og þess vegna segir þú eins og strákarnir, þessi hópur, hvort það var fjölmennur eða sennilega ekkert mjög fjölmennur, þegar allir var strunsuð út, móðgaðir yfir því sem að Kristus sagði, þú hefur orð eilífs lífs. Hvert hefur það að vara? Nákvæmlega. Þetta er alveg rosalega mögnuð og stór yfirlýsing sem kemur beint frá trúar hjartanu þínu og mínu. Og þetta er góð stað að vera í, að vera með sjálfan sig þarna. Hvar ert þú? Ert þú þarna? Eða ert ennu eins og bara laufblað sem að bara fíkur hvort sem vindurinn er að austan eða vestan. Og fíkur þú í vestur ef hann er austan, eða ekki? Er ekki svona þannig? Austur, vestur. Það skiptir ekki máli. En þú allavega ert ekki lengur þetta þurra skraufþurra laufblað. Heldur ertu tré sem hefur fengið að skjóta rótum. Já, það haggast ekki. Því þú veist og segir, ef þú fengir þessa spurningu, hvert á ég að fara, kæri Kristur? Þú hefur orðið eilífs lífs. Nákvæmlega.
Þetta svarið okkar í dag. Og ég bið að þetta sé svar allra kristinna mann og kvenna, hvað sem þeir eru og hvað sem þeir hafa reynt. Þá þetta nú samt niðurstað. Þú hefur orðið eilífs lífs, en það getur alls konar gerst. Og þú alveg svoleiðis fyllt þig upp í rjófur af efa. Hérna ekki hvort ég kæri mér neitt þetta lengur. Þú mátt alveg hugsa svona. Og þú mátt alveg taka ákvörðun hvað sem er. En gættu þín á, sé rétt. Ég lofa því, það ekki rétt að bara fara. Hvert ætlar að fara? Þú fer líklega yfir í einhvern annan söfnu. En ég lofa því, ef þú ferð í stormi frá einu söfnu, þá muntu líka hverfa í stormi þaðan, eftir skamman eða langan tíma. Af hverju stormi? Af því þetta er allt inn í þér. Stormurinn er þar. Það kveiknar allt saman þar. Og það gerist alltaf það sama. Þú verður reyndur og reynd og þú félst á þessu bragði, við föllum alltaf á sama bragðinu, þannig til við bara vöxum bara inn í það og það hakkar okkur ekki lengur, að það gerðist eitthvað, stöðaði, móðgaði og svo ertu farin. Að þið Drottinn fær aldrei að byggja það upp í þér sem gerir þetta rosalega veikbyggða í þér styrkt. Ég get það ekki, þú getur það ekki. Við erum búin að sýna það í gegnum tíð og tíma að við getum það ekki. En við þekkjum hann sem að getur það. Og við erum þá mennirnir sem eru konur á stað, strákar sem sögðu. Hvert eigum við að fara? Þú hefur orð eilífs lífs. Við sjáum að þetta er alveg rosalega magnaður boðskapur. Finnst okkur það ekki? Jú. Rosalega magnaður boðskapur og við erum búin að vera með það boðskap allar götur, allar trúargöngu okkar, alveg frá því að Nýja testið fyrst var skrifað. Og það er ekki orðið Guðs að kenna ef við erum ekkert að velta því fyrir okkur, ef við erum ekkert að kafa ofan í þá dýpt sem að orðið er. Að vera trúuð manneskja og vilja þetta og hitt í orðið Guðs er að vinna, sem trúin hefur rætt okkur í. Við þurfum að leyfa trúnni að vera þessi trú í okkur og þá getum við staðið andspænis Drottni þegar hann hefur spurt okkur að viljið þér líka að fara? Hvert eigum við að fara? Þú hefur orðið eilífs lífs. Og þetta kom frá innstu hjartarótum þessara manna. Þeir áttuðu sig á því hvað þetta var sem þeir voru undir. Þannig að við sjáum að staða þeir er rosalega góð. En hver er þín staða? Ertu ennþá eins og bara, já, og veist ekki enn hvort þú viljir eða viljir ekki. Eftir kannski ára raði, þá veist ekki enn hvort þú viljir þetta eða ekki. Þú sérð að þetta er engin staða að vera í. Og ég lofa þér því og segi þér að þú þarft heldur ekkert að vera þarna. Þú getur alveg eins og allir aðrir komið þér á þann stað sem að segir hispurslaust, hvert eigum við að fara? Þú hefur orðið eilífs lífs. Og ég segi það, hvort sem er við sjálfa mig eða aðra, þetta er rosalega góð staða að vera í. Rosalega góð staða fyrir trúna að vera í. Heiminum er alveg saman þetta og hann lær að þessu eins og mörgu öðru sem trúin er að gera. En við erum ekkert af heiminu lengur. Við erum komnir inn í rangu Drottins og þar blasir allt annað við. Allt önnur kennslu og allt önnur viðmið. Og við viljum vera undir því. En það reynir á stundum vegna þess að við erum kannski leiðileg hvort við annað, við veitum alveg hvernig þetta er. Þetta er bara það sem mun fylgja okkur. Við skulum þakka bara fyrir hvern dag það sem þetta er ekki. Svona oppi dagan er nú reyndar þannig að við erum út í friðs hvort við annað. En það getur alveg gerst eitthvað. Og hvernig ætlum við að bregðast við því? Setjum gamla svipinn okkar og segja, hér er nú ekki hennandi. Allt og stutt í þetta og okkur allt og mörgum, það er nú bara þannig. Og hvað er þetta að segja mér, minn kæri Konráð? Þú ert bara veikleika vafin manneskja. Og ert því algjörlega á sama stað og allir hinir, því að allir, hver einasti meðlimur kirkju, rekst alltaf annars leið á þetta, hjá sjálfsögðu. Alltaf. Hann er nú ekki fullkomnar en þetta. Og þetta er í sjálfu sér alveg allt í lagi með að fá svona framan í sig vegna þess að við
verður sjáum af þessu að við erum bara fólk, breyst fólk sem að reyna að glíma góðu glímuna til sigurs með Kristi og sigurinn vís. Að því Kristur glímir með þér. En þú verður þó að leyfa honum það. Þess vegna þarf að vera viss hann allavega. Vertu viss Krist. Þú getur verið efins allt, en vertu viss Krist. Ertu viss hann? Ertu ekki stundum svo efins hann að bara þú veist ekki orðið hvað þú heitir? Hvað þú meira? Sjáu ekki hvað glímuefnið Og þannig verið að tala við einstakling, hann konna gamlur Hafnarfirði. Sem líka þarf að glíma þetta alveg svo hver annar. En hann nú samt ennþá við þetta. Og stundum hefur Drottinn þetta að rífa hann á árinu. Hann er eiginlega ekkert ár núna. Hann hefur ráð samt þess að rífa hann á lappir. Og það hefur oft gerst. Oft gerst. En stundum reyndar gerist það ekki, en það hefur samt oft gerst. Það maður þurft að glíma og spyrja sig sjálfan hvort það sé ekki betra að fara að gera eitthvað annað. En svo náttúrulega ég er svo heppinn að ég er orðinn það gamall. Það nú ekki marga staði að velja, ekki fæ ég vinnu lengur, ég get alveg lofa þér því. Tekur einhver 72 ára gamla mann í vinnu? Ég veit það ekki. Það er allt saman breytt. Ég man eftir því að þegar ég voru á togurum í gamla daga, þá voru kallar alveg bara eldgamlir maður og komum borð eldgamlir og þeir fengu bara pláss. Þetta voru vanir menn og gátu gert alveg fullt af hlutum en þessi menn fá ekki inn í dag. Ég get alveg lofa þér því, þetta er ekki á togurunum í dag, þetta er alltaf mann ungir og sprækir menn maður sem að klifur upp í öll möstur bara ef það þarf. Kannski erfitt fyrir mann á 8 ára aldri að gera það, en þetta er hann ekkert borð í þessum skipum. Hann var það. Þess að ég segi þegar ég var á togarunum bara ungu maður og stráklingur, þetta ungu maður, þá var maður með mönnum yfir 70, mann eftir því. Það er fínustu kallar maður, ekkert að því. Unnus og hestar, en kannski voru ekki alveg sprækir eins og við ungliðarnir, og hvað með það? Þannig að þetta er nú svona afstætt allt saman. En Drottinn er með frá vöggu til grafa. Hvar þú ert núna, Drottinn er með. Ertu háaldur manneskja? Drottinn er með. Kannski ertu búin að þekkja Drottinn, kannski frá barnæsku og nú í dag ertu háaldur manneskja. Drottinn er enn með. Hann er enn hinn sami og þú kynntist honum fyrst. Hvenær sem er á æviskeiðinu. Þannig að allavega, það er svo sem ómögulegt að segja hvað menn pæla, en allavega segja það að ganga með Kristi, hún er búin að vera mjög svona, hún er búin að vera mjög glæsileg, segjum það. Þægileg. Hún er búin að vera það, en kannski erfiðari stundum en á öðrum stöðum. Og þetta er bara lífið, það kennir okkur þetta. Og hvað með það? Við þurfum stundum að glíma bara og takast á við eitt og annað. Og við gerum það. Það segir okkur það bara að við erum á þessum stað ennþá. Við erum ennþá að lofa Guð. Og þetta hefur ekkert bara slett og fellt og alltaf bara heflaður vegur sem við höfum farið. Hún stundum verið gróta á honum og við þurftum að sneiða fram hjá alls konar grjótum og fyrirstöðum, jafnvel. Og þurftum að glíma við sumar fyrirstöðurnar og ýtt þeim frá með, orðunum okkar, í Jesú nafni. Þannig þetta verið ekkert verið neitt átakalaust og það er líka þetta sem að Drottinn vill að við reynum. Hann reynir trúna okkar með þessum hætti. Þannig að við fáum alltaf reynslu á trúna okkar. Okkur í Drottinn lífi. Hann vill að ég og þú við sjáum stöðuna og það er í erfiðleikanum sem hún kemur fram og engu öðru. Þannig að við lendum í einhverju sem við viljum ekki lendi í og Drottinn sér, hann hefur nú byggt upp nokkuð mikla og öfluga trú í sér þessi heiti kallat og nafnaði. Þannig að þetta er vöxturinn. Hann er þarna.
Af hverju? Það bara ein ástæða fyrir því að ég og þú og við leyfum deginum að vera þessi dagur þar sem við byggjum okkur upp í Jesú nafni. Dagur er til þess að byggja okkur upp í Jesú nafni og sumir hafa gert það, leyft honum að vera þetta fyrir sér og þeir styrkjast og lenda í öllu sem allir lenda í en styrkjast og leyfa þessum erfiðleikum innan gæsalappa að byggja sig upp. Þannig er þetta, óvitað eða vitað. Og við höldum áfram, það er styrkurinn. Við lendum í þessu innan gæsalappa tjóni og svo stigum við yfir það, að þegar við sigruðum það. Af hverju? Drottinn er með. Hann er sigurvegari, hann er svo alltaf. Hann hefur sigrað allt og segir það sjálfur. Við erum undir þessu afli og engu öðru afli. Og af hverju við lífið skipta? Af hverju segjum við okkur sjálf að þetta er ekki verandi hér? Það er alveg verandi hér. Eins og hefur alltaf verið. Og þú viðurkennir manna fyrstur í góðskapinu þínu og það sem að þú ert fljúandi og trúar á angjálum þínum. En svo á milli ert ekki fljúandi og trúar á angjálum þínum og þá ert að leiðin út. Kannski. Og hvort þú ferð út eða ekki. Við erum ofta slóst við okkur sjálf þetta. Hér er ekki verandi, það er ekki trú hér. Hvað með það? Ef þú getur segið þetta, þá er það vegna þess að þú ert þó með trú í hjartanu þínu. Nú, byggðu það bara hérna upp. Gaktu fram og segðu frá Jesú inn í allt þetta trúleysi sem þú sérð. En ég veit að þetta röng niðurstaða. Sé trúin til staðar, þá er hún til staðar. Við getum hagað málum þannig að það setjist eitthvað yfir trúna. En þegar því er sviftað, þá er trúin þar. Og hún fer ekki neitt. Þetta er nú eitt af því sem maður hefur lært. Og þetta tel ég vera mjög góða kennslu. En að trúin er frá dag frá degi barátta. Og ég veit að við tökum öll undir þetta því við erum undir þessu afli sjálf. Alla daga lífsins. Í raun og veru eftir að trúin kom þá er þetta glíma. Og það eru marga fyrirstöðurnar sem við lendum í og þurfum að takast á við og lendum í og erum undir því miður. En þetta er allt saman til að byggja upp trúna. Ef við tökum rétt á þessum málum þá byggir það upp trúna og við öll verðum styrkari af. Því öll getum við bætt okkur. Við getum öll gert miklu betur. Það er einmitt þegar eitthvað hristist til sem að þessi uppbygging kemur. Hún kemur ekki öðruvísi. Ef allt leikur í lindi og allt er bara logn alltaf, þá er nú fátt sem að ýtir á mig að vaxa. Nei, það er í hinu kringumstæðunum. Það sem að eitthvað hristir til. Og maður er ekki alveg sáttasti kall og hrafnaverði í öllum heiminum. En þetta byggir mann upp. Það er ég búin að sjá. Þannig að við óttustum ekkert þó eitthvað svona gerist. Við bara lægjum á móti því. Þó við gerum það kannski ekki þá en við gerum það kannski eftir á. En við allavega erum hérna ennþá, við megum eiga það. Ég segi fyrir mína part að ég er ekkert að fara neitt. Ég er búin að vera við þetta áratugi og ég er ekkert að fara neitt. Og maður er búin að sjá alls konar bylgjur rísa og falla og stundum alltaf upp undir yfirmann. En maður er hérna enn. Af hverju? Þetta trúin vex og vex. Af hverju vex hún og vex hún? Að ég lofa Drottinn núna. Ég lofa Drottinn í dag. Hann gaf mér daginn til að lofa sig og ég gera það. Alltaf. Já, ég held ég getur nú sagt það. En þú sérði eitthvað annað. En sko ég meina að þessu menn sjá, hvaða máli skiptir það? Það er langt síðan að Drottinn sýndi mér það, stöðu mína gagnvart sér. Og vitið það, þetta er rosalega öflug staða og öflug vissa að vera undir. Þú veist hvar þú stendur í Guði.
Og ég get alveg lofað þér því að ég reyndar get ekki talið skiptin sem að maður hefur þurft virkilega á þess að halda. Og að veita hvað maður standi í Guði. Ég veit ekki hvernig svona boðskapur talar til þín. Ég veit reyndar ekkert neitt hvernig það talar til þín, en þetta er mín reynsla og þessi reynsla er mér sönn. Ég veit hvað ég stend í Guði. Og þetta finnst þér hrokinn mesti. Það voru bara að hafa það. En þetta er minn veruleiki. Þannig að við erum á góðum stað á meðan við leyfum bara Guði að vera Guði í okkar lífi. Og gerum okkur grein fyrir því að við erum veiklunda fólk og við erum, já, móðgunna gert fólk og allt saman það fyrst ramt af okkur vegið, það er nú einn. Kannski var ramt af okkur vegið. En þetta er bara partur af þessu öll saman. Ætti ekki að vera það, skal ég viðurkenna fyrstur manna, en það er. Og hvað ætla ég að gera í því? Ég er bara að takast á við það þegar það kemur. Ég hef engin önnur ráð. Og hvernig ger ég það? Ég fer út í daginn til að leyfa Drottni að byggja mig upp. Og þetta gerir þú líka. Þú ferð inn í daginn til að leyfa Drottni að byggja þig upp. Þannig að ég og þú með þessum mæti erum að bera sjálf ábyrgð á okkar trú. Því að við eigum sama Drottinn. Hann gerir þetta fyrir mig og hann byggir mig upp, hann gerir þetta fyrir þig og byggir þig líka upp. Mundu það. Hann byggir þig líka upp. Og þú eins og allir aðrir munt ganga inn í alls konar reynslu og suma óþægilega. Akkur. Vertu viss, Drottinn er að vinna eitthvað úr þér sem að þú hefur ekki hingað til vilja takast á við. Svo setur það þig bara óbeðinn inn í þessa kringumstæður og þú verður að gjöra svo vel að glíma við þetta. Og þú gerir það. Þetta er trúarstyrkurinn, þetta er en eini sanni trúarvöxtur. Þannig að þú eftir á allavega þakka fyrir þetta, að þú gekkst í gegnum þetta. Og það gaf þér hinum megin við erfiðleikann alveg nýja sýn á þetta allt saman. Einkum og sérlega kannski á þér sjálfum. Og það er mikilvægt. Við erum alltaf að sjá okkur sjálf rétt. Gerum við það? Ekki ef við erum bara bendandi fingur og aðra, þá erum við ekki að sjá okkur sjálfa rétt. Og hver er þar? Ég veit að þú ert ekki þar. Kannski er ég ekki þar heldur. En við þekkjum einhvern sem með það. En ég get alveg lofa þér því að einu sinni vorum við þarna. Og kannski erum við oft þarna og allt og oft kannski þarna. Þannig að við fyrir varlega í að benda á aðra. Því að ef þú bendir svona, vísi fingur fram, já, þannig þá eru hinir 10, 5, 4 sem að benda á þig. Þannig að þetta er bara sannleikur. Ég er ekki sléttur og veldur, ég er ekkert fullkomin manneskja. Og ég er alveg sáttur við að vera ekki þessi fullkomna manneskja. Og það segir mér, Konráð, þú þarft á Jesú að halda. Jafn mikið núna eins og alltaf að verið. Það er ekkert nú að vera stórfeitur kall og Hrafnagili. Það hefur ekkert vægi. Þessi stórfeitur kall og Hrafnagili, hann þarf á Jesú að halda rétt eins og allir aðrir. Og þess vegna er hann að þessu. Hann er að tryggja að þetta samfélag haldist eins og það hefur verið og ekki bara haldist, styrkist og byggist upp og bætist. Þessi dagur er til þess og svona hafa dagarnir liðið í þessu verkefni. Og þannig að það hefur ekkert breyst. Þetta er alltaf til taks og allt er staðar eins og alltaf hefur verið. Og hvað vill ég gera? Það sem ég verið að gera, haldið áfram í Jesú nafni. Þannig hefur þetta nú verið frá degi til dags síðan 1989. Þannig að þetta hefur ekki verið án átaka, þetta hefur ekki verið baráttulaust, en sigrarnir eru vegna þess að þú leyfir Drottni að vera Drottinn í þínu lífi. Hann er ennþá sami Drottinn og var þegar þú kynntist honum þegar þú sagði við sjálfum, það er til Guð. Þetta er allt á sínu stað. Og ég er enn gangandi með Drottni í Jesú nafni. En það komið tími í okkur og Konráð kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram.